Mývatnssveit og nágrenni verða í fókus í dag og við byrjum á því að fræðast kartöflurækt í Bjarnarflagi. Sverrir Karlsson, hvað hefur þú ræktað kartöflur hér í Bjarnarflagi lengi og hvað svona gott við að rækta kartöflur hér? Ég ræktaðar síðan 70 og kartöflur eru góðar. Það eru öðruvísi en aðra kartöflur. Það eru svo góðar að þegar ég kom hérna fyrst þá kom fólk neðan á Dölum og alls staðar til að setja þetta niður kartöflur. Og það nennir þetta enginn í dag. Og þá var þetta bara þannig á vorin. Þá komu þeir upp yfir og svo komu þeir heim í kaffi og svo komu þeir á haustið og tóku upp og svo komu þeir heim í kaffi. Þannig hittir maður alltaf fólk úr öðru sveitum. Nú kemur enginn. Og ef þú horfir hérna yfir, sér allt þetta gras hérna. Þetta eru gamli garðar, Þeir voru hérna, þeir eru bara horfnir. Það nennir enginn að setja niður. Kartöflurnar eru góðar. Hvað svona gott í þessar kartöflur? Þetta er mikið mónt, en það eru svo mjölmiklar og skemmtilegar. Það finnst mér alltaf gott, Erfitt að sjóða þær. Það þarf helst að laga við það, því þetta verður bara eins og kartöflumús þegar maður er búinn að sjóða svolítið stund, Það er laga við þetta. En hvað tegund er þetta sem þú ert að setja niður hérna? Er þetta gullauga eða rauðar eða? Það voru rauðar, en núna eftir að þetta fór nú að verða svona bara lítið, þá hef ég það þannig kartöflurnar áttu búnar á vorin að maður kaupir sér góða kartöflur í búðinni. Svo sér maður ætlar að það skemmast eða ekki. Ef það skemmast ekki, þá setur maður niður að það eru góðar í þetta þær. Svoleiðis sem maður það, Hann er vel í útsæði. En uppskerutíminn hérna á svæðinu, hann er lengri en í venjulegum kartöflugörðum því að jarðvegurinn hérna, hann er ylvolgur. Hann er volgur eins og hérna hjá okkur, Það er ekki alls staðar volgur. Hann er volgur hérna hjá okkur og hann er bara, uppskerustíminn stendur bara þar til kartöflurnar eru búnar úr garðinum. Það er tekið upp bara jafnóðum og þess vegna getur verið að taka alveg fram á vor. Og það er fínt að fara þetta jólin og þessi kartöflur, eða þegar maður byrjar að veiða í vatninu, nýr silungur í febrúar, að koma þessu upp í kartöflugarðin á sér í nýjar kartöflur, það er flott. Þannig þið eru með nýjar kartöflur á miðjum vetri? Já, nýjar kartöflur á miðjum vetri, ef að uppskeran hefur verið góð, en ekki eins og var í fyrra þegar það var svo þurrt að það kom ekkert upp. Það er nánast ekkert. En einmitt, hvernig er það með vökvun hérna? Náið eitthvað í vatn hérna eða er það ekki svolítið trafalega hversu þurr jarðvegurinn er? Jú, alveg djöfulegt. En það eru sumir með vatn hérna. Hafa litt slöngur í þetta og vökva. Við erum ekki svo stóri við nennum því ekki. Tökum bara fleiri grös. En eigum ekki að kíkja þess á uppskeruna núna í ár? Þetta er að verða ágætt, Ekki? Þið líst vel á uppsker ársins? Já, þetta, sjá hvað eru rauðar og fallegar. Fallegt hérna í það. En hvers vegna hefur fækkað svona í görðunum hérna? Er það vegna þess að fólk vill ekki borða kolvetnaríka fæðu lengur eða? Nei, ég held að það er, ég bara veit það ekki. Ég held að menn hafi ekki tíma orðið til neins. Það er svo djöfult gott efni alltaf í sjónvarpinu eða það er eitthvað svoleiðis. Ég veit það ekki alveg. Það fer nú ekki mikið tími að setja niður. Það er hérna, fyrst þá vorum við með gamla plóg hérna og drógum hann á jeppanum og vorum að gallast og svona þetta var í sveisin. Svo nú fáum við bara mann með tætar, hann fer hérna og tætir þetta fyrir okkur. Svo fljótlega maður bara tekur kartöflurnar og hendir þeim á jörðin og stígur á þeim með hellum og rótar yfir með tánni, þá er þetta komið. Það er alltaf þurfa að beygja sig. Eigum að kíkja undir eitt gras frá í fyrra, villigrös. Hérna eru villigrös, Frá árun áður. Það er þéttur. Það er ekki vist að sé mikið undir þeim. Þetta er nú bara gras. Sérðu?
Þetta er frá því fyrra. Þetta hefur bara komið upp á sjálfum sér, það hefur ekki þurft að hafa mikið fyrir þessu? Já, þetta er, já. Kartöflur allt árið. Setja einu sinni niður. Glæsilegt. Eða á ekki að segja bara kartöflur alla ævi, setja einu sinni niður. Því næst ætlum við að kynna okkur náttúruverndarsamtök í Mývatnssveit. Já, það má bara segja að tilgang félagsins sé að stuðla að náttúruvernd og heilbrigði umhverfis í Mývatnssveit og ætlunin að gera það með því að standa fyrir fræðsluviðburðum og vekja athygli á ýmsum málefnum varða náttúruvernd eins og við getum, skapa umræðuvettvang fyrir fólk og kannski draumurinn að búa til innblástur og hvetja fólk til svona umhverfisvænna lífshátta, bæði fólk og fyrirtæki. Þið hélduð einmitt nýlega ykkar fyrsta málþing. Segja okkur aðeins frá því, hvað var til umræðu þar? Já, það var eitt af fyrstu verkefnum stjórnar að svona móta stefnu, hvað væri mest aðkallandi og við héldum málþing um frárennslismál og fengum stóran hópa af fólki sem að fræddu okkur á breiðum grundvelli frárensli og lausnir í því máli. Það má eiginlega segja að þetta hefur verið áskaplega þverfaglegt og fólk koma úr öllum landshlutum, meðal annars fólk sem hefur verið að fást við frávitumál við Þingvallavatn, þess að hafa samanburðin á því sem þeir eru að gera þar og eins fólk sem býður upp á lausnir. Og eins fólk til dæmis frá Egilsstöðum sem er búið að framkvæma þar góða hluti og er með reynslupakka sem gæti hendað okkur. En þetta nýstofnaða náttúruverndarfélag ykkar, hver hafa viðbrögð heimamanna verið við þessu? Hafa heimamenn einmitt áhuga á þessum málum? Stundum finnst manni þeir hafa verið heldur hljóðir. Já, það er góð spurning. Það er nú í félaginu eru milli 90 og 100 mann sem meiri hluti þeirra eru heimamenn. Félagið er opið öllum, það eru allir velkomnir að skrá sig í það, en þetta eru mestmegnis heimamenn, þannig að ég myndi nú telja það vera nokkuð góðan áhuga og ég held að svona almennt að við fólk bara fagnað tilkomu félagsins og sé bara svona almenn ánægja þó að það sitt sýnist hverjum að sjálfsögðu. Já. En hvers vegna hefur þetta málefni kannski verið viðkvæmt hér á svæðinu? Ég held að svona í upphafi að þá tókum við svolítið umræðina Bjarnarflag vegna þess að það kannski svona sameinaði svolítið hópinn sem fór að stað í þessa undirbúningsvinnu fyrir stofnun 4X að fólk hafði áhyggjur af virkjanaframkvæmdum og eins og með alla stórar framkvæmdir hvar sem er á landinu þá eru auðvitað skipta skoðunar á því og oft sterkar skoðanir. Þannig að það er bara eðlilegt að fólk ekkert á eitt sátt hvaða leiðir skal fara í því. En sem sagt fráveitumálin þau eru eitt af því sem er að ógna lífríki Mývatns. Já, það má eiginlega með sanni segja það í þess að það er nýútkomin skýrsla á vegum rannsóknarmiðstöðvar sem hann gefur út Árni Einarsson, starfsmaður þar, sem að ég veit ekki hvernig hægt er að segja það í fáum orðin en varpar ljósi á svona ástand lífríkisins í vatninu og rotþrær og svona, hvað segir maður, næringar? Það má allavega leiða því líkum að næringar auðgun í vatninu sé að völdum óviðunandi ástands í fráveitumálum og rotþróum. Meðal annars, það er náttúrulega fleiri atriði sem koma þar að. Já, þetta er mjög flókið fyrirbæri lífríki í Mývatni. Já. En þetta er allavega hlutur sem að við getum stoppa lekan, við getum komið í veg fyrir þetta berist út í vatnið og mér finnst að okkur beri skylda til að gera það. Hvert verður ykkar næsta verkefni? Það er ekki alveg búið að ákveða það en við settum niður svona lauslega stefnuskrá þegar stjórnin var kosin núna á aðalfundi í mars síðastliðinn og okkur langar til að skoða ferðaþjónustuna og jafnvel þá að halda annað málþing sem ég finnst kannski eðlilegt í framhaldi af málþingum fráveitumál að halda málþingum ferðaþjónustu og sjálfbærni í ferðaþjónustu. Það var í vetur málþing í Reykjavík
sjálfbærni í ferðaþjónustu á Íslandi yfir höfuð þar sem komu erlendir gestafyrirlesarar og þeir svona á Íslandi sem hafa verið að vinna að svona sjálfbærnisverkefnum. Þannig að það verið gaman að skoða það, að fá málþing og þekkingun á svæðið á því sviði og okkur langar auðvitað að halda áfram að skoða jarðvarmavirkjanir líka og áhrif þeirra framkvæmda bæði á náttúruna og sem sagt allavega svona með tilliti til þess sem hefur verið að gerast á Suðurlandi líka, tengslum við Hellisheiðarvirkjun. Það þarf líka svolítið að skoða bara almennt. Flokkun og rusli og svona endurvinnsla á öll þau mál. Það er heilmikið rusli með fylgir, eða kannski ekki rusli heldur verðmæti sem við þurfum að koma í ákveðin stað og flokka þau eftir ákveðnu kerfi og við þurfum að koma þeir svolítið skikki á þau mál hjá okkur líka. Þannig við séum svona svolítið að hugsa til framtíðar. Já, það er sem sagt ekki hægt að flokka rusl í Mývatnssveit í dag að undanskildum timbur og járngámum. Þannig að það verið gaman að sjá breytingar á því sviði. Okkur þætti það skemmtilegt og við fengum fyrirlestur á aðalfundi félagsins frá sorpsamlegi Þingeyinga svona hvað í gangi hjá þeim og stefnum á að halda áfram með þá umræðu og skoða hvað hægt að gera og hvernig við getum orðið innan handar í sveitinni til að sett, fara í þá átt. Það er heilmikil vinna í gangi og vinna náttúrulega, við erum ekkert eiland hérna í Mývatnssveit, við þurfum, ef við getum tengst Þingeyjarsýslu og svo Akureyri í þessum sorpmálum til dæmis með svona breiðri skírskotun eða breiðri nálgun á því að flokka sorpi sem stærri sem við erum því betur gengur okkur. Já, það kom mjög skýrt fram fannst mér í fyrirlestri frá forstöðumanni sorpsamlagsins að ef á að fara út í flokkun að þá er það náttúrulega sveitarstjórn og yfirvöld sem á einhvern hátt koma því af stað en það skiptir ofboðslega miklu máli hver þáttaka íbúa og það tekur oft langan tíma fyrir fólk að læra inn á kerfið og það kannski svolítil fyrirhöfn fólkin í því að hvetja fólk til þess líka og þá getur félag af þessu tagi kannski komið inn á því sviðinu og verið hvatning og innblástur fyrir fólk til að bæði fá fræðslu, koma saman, ræða saman og sjá hvaða lausnir eru mögulegar.